Gjörðu svo vel. Góðan daginn, gott fólk. Nú erum við að byrja hér 18. fund íbúaráðs Kjalarness. Þessi fundur er skipulagsmál á Esjumélum og við erum með tvo framsögumenn hér á fundinum. Það eru þeir Pavel Bartosek, formaður skipulags- og samgönguráðs og ætlar að segja okkur nokkur orð á eftir. Og eftir honum kemur Björn Ingi Aðalsson frá skipulagsfulltrúa og fara nánar út í skipulagsmálin. Við ætlum að vera með svo umræður á eftir að þeir hafa talað, þá getum við spurt út í þetta. Pavel, vilt þú gera svo vel? Hvað, hvarf hann Pavel bara? Hann hlýtur að detta inn. Hann var rétt á hann. Það voru eitthvað skilaboð af skjánum hans að hann væri í lélugu samband og kæmi inn aftur. Hann er greinilega farið bara út og er að reyna að koma inn aftur væntanlega. Það kemur hann. Pavel, heyrðu í okkur? Pavel, eitthvað að frétta? Ég held að hann sé ekki inni. Gefum honum örskots stund til að koma sér inn aftur. Þarna er hann kominn. Hann fyrir alveg að missa af þessu. Halló, Pavel, heyrið í mér? já, Fyrirgeðu, ég er búið að læsa mig út af þrálagsendurinn heima af einhverjum ástæðum, þannig ég er inn í farsímanum í 4G-netinu hjá mér, því afsakið þetta innilega. já, við reynum það. Já, við reynum það. Heyrðu, það er komið að þér, það stendur að þér núna. Já, herru, Það er löngu búið að kynna þig. Þegar þú ætti að byrja. Mér er óhætt að byrja. Heyri, sjáuð þið mig núna? Vonandi líka? Já. Herru, frábært. Takk fyrir bjóða okkur og innilega, já, bara takk fyrir það. Ég er nýlega tekin við sem formaður í skipulags- og samgönguráði og það hefur verið einhver dráttur veit ég að fá þennan fund í gegn, en ég lagði áherslu á það fljótlega eftir ég tók við að við myndum drífa í því sem allra fyrst. Þannig að ég er hér núna búinn að vera formaður í 2 daga, þannig að kannski ef það er eitthvað sem ég er inni með þá afsakið með það. Þegar ég var formaður forseti borgarstjórnar þá lagði ég áherslu á að mæta á fundi allra íbúaráðanna. Ég mætti nú á Kjalarnesi meðal annars líka eins og reyndar öll önnur
svo náttúrulega fóru þau í það að funda öll í fjarfundi, þannig að við gátum það ekki, en ég fór nú bara svona eitthvað að segja til inn á svæðið í gær og var þar í einhverja 3-4 tíma og tók myndir og postaði þeim á Facebook. Það var alltaf að vera með aðstæðurnar ferskar og það svona ýmislegt að gerast á svæðinu, svo ég nefndi kannski svona örstutt hluti sem eru í vændum hjá okkur. Þá það þannig að við höfum klárað það sem heitir hverfisskipulag fyrir allavega eitt hverfi í Reykjavík sem heitir Árbærinn og erum að vinna að klára í Breiðholtið. Svo nokkur önnur í pípunum og við stefnum á því að setja vinnu við hverfisskipulag Kjalarness í gang þá vonandi í haust. Þannig að svo vinna geti farið að stað og þá tökum við aðeins hverfið og finnum svona skipast að anga af vinnu við það. Síðan svona önnur framkvæmd og annað sem mjög sýnilegt á svæðinu, svo ég fara aðeins til það, eins og þið vitið þessi 2 Vesturlandsvegar sem ég skoðaði vel í gær og hún þetta framkvæmd sem mun setja mikið svip á svæðið, en líka það sem ég finnst svolítið skemmtilegt og ég vildi þetta nefna að við lögðum það mikla áherslu í skipulags- og samgönguráði að fá hjólastíg meðfram tvöföldum Vesturlandsvegi og hann þá búið að setja hann og verður að veruleika og þó svo ég átti mig á því að kannski meiri hluti þeirra sem munu fara á milli þarna munu kannski ekki gera það á þessum hjólastíg, en þetta verður engu að síður stærsti og lengsti samfelldi hjólastígur landsins, þannig að hann mun bara bjóða upp á mikla möguleika og mun svona liggja svolítið meðfram veginum á köflum bara við hliðina á honum. Þannig að ef við svona rekjum okkur örsnöggt þá mun þessi stígur sem sagt fara niður undirgöngin hjá Klébergsskólanum og síðan meðfram Esjuvegi. Þangað til við svona fylgjum honum, þangað til hann kemur að Vesturlandsveginn sjálfum, svo fylgir hann Vesturlandsveginn nokkurn veginn þarna niður meðfram Esjunni, þangað til að komið á Mógils á þar sem hann fer aðeins frá veginum og fer þá þennan efri veg sem í dag Malavegur og hafnarleið alltaf að Esjumelum sem viðfangsefni þessa fundar að stærstum hluta. En ég sjálfsagt til að svara öðru spurningu eftir föngum ef það koma upp. Nú í Esjumelum takast á þetta svæði sem hefur verið helgað athafnasvæði og núna léttari iðnaði og auðvitað skil ég það að það takast á ýmis sjónarmið. Sjónarmið sem takast á og sem við sem erum kjörnir fulltrúar þurfum að taka tillit til snúa auðvitað að einhvers konar almannahag og heildarmati hagsmuna og snertifletir í þessu tilfelli eru auðvitað þau sjónarmið að bjóða upp á fjölbreytt framboð af atvinnu í Reykjavík og finna henni stað eftir föngum og hin sjónarmið auðvitað sem kannski snúa svolítið að því sem ég veit hefur verið rætt varðandi staðsetningu ýmsa þá raunin iðnfyrirtækja snúa líka auðvitað getur sagt að einhver leyti umhverfis sjónarmiðum að því leyti að það eru umhverfis sjónarmið með því að slík fyrirtæki séu staðsett auðvitað ekki hjarta höfuðborgarsvæða en svona ekki allt og langt frá því vegna þess að aksturskostnaður og mengunar mikill flæmis ef að þarf að keyra með steypu frá Grundartanga og svo framvegis. Þannig að það eru svona sjónarmið sem hafa verið uppi alltaf þegar kemur að því að staðsetja þessa tegund iðnaðar sem einhver leyti þjónar þá borgum á borði einmitt malbik, steypustöðvar og þarna til dæmis gáma þjónusta komin í dag. Þannig að þetta eru svona þau sjónarmið sem þarf að vega og meta í þeim efnum og ég til að ræða það og svara spurningum á eftir, en ég held að ég hafi þennan inngang ekki lengri. Ég bara þakka fyrir að boða fund og ætla þá kannski að ég ímynda með Björn Ingi ætla að taka við núna og fara kannski betur í tæknihliðina. Einmitt, takk fyrir. Heyrið mér það? Já, gjör svo vel. Ég ætla aðeins að varpa upp þá glærum. Ég vona að þær birtist. Þið látið vita þegar sjáu eitthvað. Komið. Já. Gott.
Heyrðu, já, viðfangsefni fundarins var e-similar. Ég hef verið verkefnisstjóri fyrir skipulagsfulltrúa deiliskipulagsmál í nokkuð tíma og hef komið að skipulagi e-simila í gegnum árin sem hefur svona tekið þó nokkuð breytingum frá upphaflega skipulagi. Þetta eru svona núverandi aðstæður í dag. Þetta er náttúrulega ennþá að mestu leyti eldra svæðið sem að var sem sagt skipulagt á sín tíma eða óskipulagt á sín tíma kannski á tímum Kjalarneshrepps og þá voru þar úthlutaðar lóðir til ýmissa fyrirtækja fyrir atvinnu og kannski fyrsta lóðin sem að koma þarna í starfsemi er eins og þið þekkið Íslenska Gámafélagið á stóri lóð þarna norðarlega á svæðinu, þar sem mikil starfsemi í gangi. Þetta þá svona lauslegur uppdráttur af fyrsta deiliskipulaginu kannski, sem var reyndar ekki staðfest í sveitarstjórn 1989. Þarna voru þá 26 lóðir svipaðar að stærð, sem voru þá svona settar af stað þegar borgin tók síðan við eða sameinaðist Kjalarneshreppi þá var sett í gang vinna við deiliskipulag fyrir athafnasvæðið, endurskoðun sem var samþykkt 2004 og landnotkun þá var athafnasvæði eins og það er í dag. Þarna erum við komið með 28 hektara svæði og búið að fjölga aðeins lóðum þarna með upprunalega skipulagið frá 89. Meðal annars lóðir meðfram Vesturlandsvegi sem eru ennþá í deiliskipulagi sem hafa svo sem ekki komið til uppbyggingar, stóra lóðir og búið að stækka lóðir hérna nokkrar og bæta við. Síðan náttúrulega í kjölfarið á nýju aðalskipulagi 2010 sem var samþykkt aðeins seinna, þá var athafnasvæðið við e-simila stækkað. Borgin eignaðist þarna land og það var reynda búið að stækka það áður en borgin eignaðist landið. Og þá var það eitt af 3 svona megin athafnasvæðum í Reykjavík ásamt Hólmsheiði til framtíðar og Hálsahverfið. Og þetta voru svona þessu ákvæði, almenn ákvæði sem gilda athafnasvæði í borgarlandinu. Árið 2015 þá fórum við síðan í svona deiliskipulags heildar endurskoðun á deiliskipulaginu með stækkunarsvæði í huga og það fór út þessi skipulagslýsing 2015 þar sem að skipulagssvæðið þá orðið 80 hektarar og þá var líka verið að skoða að þarna gæti komið mögulega gagnaverslóðir. Það hefði síðan svolítið breyst í gegnum tíman og borgin hefur látið skipuleggja gagnaverslóðir núna upp á Hólmsheiði nálægt Geithálsi og þar eru gagnaverslóðir sem eru en þarna var að vera að skoða mögulegan á því að gagnaver geti komið þarna, það voru útbúnar stóra lóðir. Þá var eldra skipulagið fellt inn í nýja skipulagið og það fellt úr gildi og þetta voru þá svona helstu yfirmarkmið með nýja skipulaginu. Þetta þá heilstætt atvinnusvæði og snyrtilegt og skjólgott. Þetta náttúrulega hefur kannski ekki verið snyrtilegt náttúrulega hingað til en náttúrulega vonir standa til með þessu nýja skipulagi að það muni breyta og milda ásýnd svæðisins. Það verið að fara í gróðursetningu núna fljótlega og í aðra svæðisins og fleira til að undirbúa þetta svæði til framtíðar. Þetta náttúrulega svæði sem mun byggjast upp yfir langt tímabil. Gatnakerfið var skipulagt að það frekar einfalt. Þetta félli vel inn umhverfið með gróðurbeltum, varandi ásýnd og fleira. Og við vorum með að nota inn í skipulagsákvæði með vistvænar ofanslausnir sem við höfum síðan haldið áfram að nota í skipulagsbreytingu sem tekið gildi seinna meir. Við vorum með stóran íbúafund 2016 þar sem þessi draugatillögu voru kynnt. Þá vorum við með þetta A- og B-svæði. A-svæði var þá eldra svæðið eða núverandi svæðið og B-svæði var þá stækkunarsvæðin. Og svona leit tillagan út sem var kynnt á þessum íbúafundi sem var ágætlega fjölmennur að mig minnir. Þannig að það hefur svona aðeins breyst í gegnum tíðina en svona grunnprinsipin hafa haldið sér að einhverju leyti þó þetta hafi náttúrulega þróast eins og skipulag gerur oft að tekur breytingum.
Þetta þá þessi samþykkta skipulagstillaga loka árs 2016 eftir kynningarferli. Þetta var náttúrulega kynnt út á við og auglýst og slíkt eins og bara lög gera ráð fyrir. Og og deiliskipulagið tók þá gildi þannig í loka árs 2016. Síðan eru liðin 5 ár og það hefur náttúrulega töluvert breyst á því tímabili. Þetta bara skýringamynd af samþykkta deiliskipulaginu 2016 sem sýndi þá hvernig þetta gæti orðið fullbyggt. Fyrsta breytingatillagan sem var gerð, hún var þá 2018. Þá í rauninni var Íslenska gámafélagið komið með lóðavilyrði fyrir lóð á svæðinu. Gagnaverslóðina voru teknar út fyrir sviga og skoðað frekar að staðsetja þær þá upp á Hólmsheiðinni. Stóra lóðin eins og ég sjáið, það náttúrulega það sem gámafélagið er að koma sér fyrir. Síðan var votlendi skilgreint með hverfisvernd. Það kom í ljós svona seinna meir að þessar lóðir sem voru skipulagðar þarna norðaustast á svæðinu voru á mjög blautu svæði og við fengum Náttúrufræðistofnun með okkur í það að skilgreinda sem votlendi, þannig að það er hverfisvernd á því núna. Gatnakerfið breyttist lítillega og við endurhönnum með ofanslausnir og þetta fór náttúrulega í almennt kynningarferli líka og var samþykkt mitt sumar 2018. Nú síðan kannski koma að þessum vendipunkti varðandi iðnaðarstarfsemi og önnur landfræka starfsemi á höfuðborgarsvæðinu að þá fór í gang aðalskipulagsbreyting eða tillaga aðalskipulagsbreytingu fyrir iðnað og endurmet á landþörf iðnaðar bara í Reykjavík. Það var 2018 sem það ferli hófst með skipulagslýsingu og auglýst tillaga upp af árs 2019. Og það var umhverfisskýrsla með og það var haldinn stór íbúafundur og fleira kynntur í Borgartúni á sín tíma sem var vel sóttur af hagsmunaaðilum og þeim sem töldu sig hafa hagsmuna að gæta. Jafnframt því voru við með breytingu á deiliskipulagi samhliða og þessi tillaga var auglýst þarna vorið 2019. Það voru náttúrulega komið inn ákveðnar athugasemdir á umsagnatíma lýsingar og það kom engar athugasemdir á kynningartíma aðalskipulagsbreytingarinnar. Þannig hún var síðan samþykkt óbreytt. Þetta var þá kannski markmiðin og þessi valkosti sem komið til greina í tillögunni og aðalskipulagsbreytingunni. Það var þá að kannski eins og Pavel kom inn á upphafi að það voru ákveðnir heildarhagsmunir í gangi og iðnaðarstarfsemi og athafnasvæði að víkja miðsvæðis meir í borginni og þau náttúrulega fara þá oft í þessa jaðra á höfuðborgarsvæðum og þá var skerpt á markmiðum uppbyggingu á hverju svæði fyrir sig. Þessi 3 valkosti voru bæði Hólmsheiðin og Esjumelar að skilmálabreytingar fyrir þau svæði sem að myndi þá heimila mögulegan iðnað með uppfylltum ströngu skilyrðum. Eða þá að hluti Esjumel og Hólmsheiðar yrði breytt í hrein iðnaðarsvæði og svo var 3. möguleikinn sem var svo sem felldur út fljótlega nýtt iðnaðarsvæði norðan gas- og jarðgerðarstöðvar. Eftir umhverfismatið og valkostagreiningun og fleira þá var þessi kostur ofan á. Hólmsheiði þótti ekki ákjósanlegur staður, kannski einna helst út af nálægð við vatnsendasvæði og brunnsvæði borgarinnar og höfuðborgarsvæðisins. Að þá yrði skilgreindir þarna svona svæði innan Esjumelasvæðisins þar sem að mætti ekki ráð fyrir starfsemi sem fell undir iðnað. Það var þá alltaf gert skilyrði það norðan ákveðna vatnaskila sem í rauninni við svokallaðan Norðurgrafaveg sem liggur, þannig að allt þá ofanvatn af lóðum og borgarlandi myndi þá renna hreinsað í gegnum Setjarnir í átt að Kollafirði frekar en í átt að Leirvogsá. Þannig að það ekkert ofanvatn af mögulegum iðnaðarlóðum að renna þá í átt að Leirvoginum. Og svo var náttúrulega önnur skilyrði að þetta ekki nálægt hverfisvernduðu votlendissvæðinu sem skilgreint þarna á breytingaruppdrættinum. Og það þyrfti að liggja fyrir umhverfismat við deiliskipulagsbreytingarnar. Það sem þá skoðaðar helstu áhrifaþættir í umhverfismati og settir þá sér skilmálar og
skilyrði á lóðirnar sem að mögulega kæmu þarna inn og varandi ofanvatn og umhverfismál og fleira og mengunarvarnir, hollustuhætti og fleira sem að hefur þá verið unnið í samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Síðan, já, þessi aðalskipulagsbreyting var þá samþykkt 2019. Samhliða því var auglýst deiliskipulagsbreyting fyrir þá lóð Íslenska Gámafélagsins sem var einmitt þá að vísa í þessar rýmkuðu heimildir fyrir iðnaðar á svæðinu að undirgengnu þessu umhverfismati sem fylgdi með uppdrættinum. Þetta skilmálabreyting, þá var jafnframt verið að lækka nýtingarhlutfall fyrir lóðina og þá mjög ákveðin skilyrði og sérákvæði sett fyrir lóðina varðandi umhverfisþætti. Þetta var samþykkt á maí 2019 eða voru 2019 samhliða aðalskipulagsbreytingunni. Nú síðan hafa verið gerðar samskonar breytingar fyrir 2 lóðir. Það varðandi Kóparsléttu 6-8 þar sem að færanleg malbikunarstöð, fagverk búin að koma sér fyrir á eldra svæðinu, A-svæðinu. Þannig að þetta var ekki á nýja svæðinu. Það fór í gegnum sambarlegt ferli og náttúrulega auglýst og kynnt opinberlega eins og með allar deiliskipulagstillögur. Síðan í fyrra þá var auglýst snemma árs breytingartillaga fyrir lóð fyrir það sem malbikunarstöðin Höfði hefur fengið lóðavilyrði fyrir. Það þá þessi stóra lóð þarna á uppdrættinu með hringinn utanum. Það var verið að sameina 12 lóðir í eina lóð þar og náttúrulega sett þessi sérákvæði og annað sem að þarf til að rýmka heimildir fyrir iðnaðarstarfsemi á svæðinu. Þetta allt norðan vatnaskila, þessar 2 lóðir eða 3 lóðir, fagverk, Íslenska Gámafélagið og malbikunarstöðin Höfði. Þannig að það lítið pláss til að fleiri svo sem svona kannski stærri fyrirtæki geti komið sér fyrir þarna á ESI-milum. Já, þetta kannski bara svona í stuttu máli yfirferð á deiliskipulagsmálunum hann á svæðinu ásamt náttúrulega stóra aðskipulagsbreytingunni sem var þarna 2019. Og þetta bara loftmynd aftur sem sýnir kannski hvernig svæðið í dag. Þannig að ég þakki bara fyrir mig í bili. Takk. Takk fyrir þetta, Björn Ingi. Þá spyr ég hvort að einhverju vilja koma með spurningar. Hérna Otto Ólafsson heiti ég reyndar, Naustanesi. Gjörðu svo vel. Já. Ég þarf að koma með örlítið formála fyrir áður spurningin kemur. Það var árið 2002, það var lögð bráðabirgðar fráveiturlögn frá ESI-milum gegnum Naustaneslandið og niður í sjó. Á þeim tíma það var nú tiltölulega lítil uppbygging orðið. En síðan, það sé að 18-19 árum síðar, þá eru það orðið náttúrulega fjöldinn allir að fyrirtækjum öllu frá og meðal annars 2 eða 3 fyrirtæki sem að við myndum skilgreina allir í skilgreina sem mengandi starfsemi. Þá mín spurning í rauninni í byrjun. Hvað líður með hönnun á þessari framtíðarlausn á skorpu og frárennslismáli hér á ESI-milum? Því að það má segja bæði Flóalækur og ég tala ekki Kollafjörður, þetta eru viðkvæmir viðtakar. Einmitt klárlega og það búið að skilgreina lóð í skipulagi fyrir fráveitustöð og hreinsunarstöð. Það hefur ekki komist til framkvæmda að ég viti, en veitumannvirkin eru náttúrulega hjá Veitum og þegar svæðið hefur að stækka þá náttúrulega kemur meiri þörf á þetta og ég svo sem ekki meina en dagsningar á hreinu eða hvenær þetta fer í framkvæmdið annað en bara vonandi sem fyrst. Það að koma þennan stór fyrirtæki og annað á næstu árum á öllu óbreyttu. Já, það hlýtur bara að kalla á það í rauninni. Það ekki að dæla þessu út í Kollafjörður rétt út fyrir Stórsteinsfjöru, sko. Það náttúrulega búið að setja þann upp allavega eina setjöld núna sem á að hreinsa náttúrulega ofanvatnið á leiðinni. Já, það vonandi að skila árangri. Já, og heilbrigðiseftirlitið vaktar svæðið að mér skilst mjög reglulega. Já, ég kvart ekki við því. Þeir hafa staðið sig alveg frábærlega hjá heilbrigðiseftirlitið að vakta svæðið.
En nú eru komnir fleiri draugar að upp sem maður kannski hefur meira áhyggjur af heldur þeir sem hafa verið undanfarið. En af því það talaði maður var aðeins ræða þarna malbikunarstöðuna færanlegu eða nýju höfða. Það talaði að það að meðhöndla allt ofan vatn í rauninni sem mjög góður galdið verð. Síðan fer þetta út í skóla, út í þessa lögn væntanlega meðan hún er. En hvað með aðra mengunarsvæðir sem ekki myndi skilgreina sem ofan vatn? Bæði skolp og annað bara sem skilur reyndar ekki prósessin mjög vel sko. En það er lagður mikil áherslu á ofan vatni sem er mjög gott. Veistu eitthvað það? Ég hef ekki hvergi lesið neitt það í rauninni, hvað verða settar á það? Bara á almennt skolp á svæðinu? Já, í rauninni, það er alveg sama hvaðan eitrið kemur, hvort það komur úr ofan vatni eða ég tala ekki loftmengunina, hún er alveg sérkapituli, sem við verðum strax núna verðum við sko með þessa fænalög, það er veruleg mengun að þessu ástundum. Okay. Ja, þannig viðrar og hún er í gangi. Já, það þarf greinilega að skerpa á þessum málum og ég held að heilbrigðiseftirlitið muni ýta á það að öll þau mannvirki sem þurfa að koma á svæðið verði þá sett á stað sem fyrst en það er erfitt að ákveða eitthvað svona náttúrulega. Þetta er stórar fjárhæðir sem þarna þarf að leggja í. Já, það kostar náttúrulega, það er rétt. Mér finnst bara alveg fullkomlega eðlilegt að við spurumst fyrir það hjá Veitum hvaða tímalínu þau eru að horfa á í þessum efnum. Það tengist auðvitað sko bara, ég meina, uppbyggingarsvæðin og gatnagerðargjöldum og öllu því en sko við Veitur alltaf eru með sína tímalínu sem borgarstjórnar ekki alveg sjálf og svo eins og nefnir eru þetta hvað í starfsleyfinu sem hægt að nýta til þess að gera ýmislegt. Ég átta mig ekki alveg á og ég játa bara, með hvaða hætti þessi mengun birtist, það er auðvitað, ég er ekki að nálægt, þannig ég veit ekki með hvaða hætti það hvort það sé mengun vegna fogs á svæðinu eða hvort það sé mengun bara vegna starfsemi stöðvarnar. Það ætti náttúrulega nútíma tækni að vera eitthvað sem menn gætu rauninni hindrað. Og ég tek það fram sko, við höfum, svo bara það sé sagt sko, við höfum búið í Reykjavík við steypustöðvar og malbikunarstöðvar í hjarta borgarinnar í rauninni. Þær eru sko nær mér, það er malbikunarstöð nær mér það sem ég sit heldur en sko væntanlega mörg ykkar það sem hún bara vegna þess að hún hérna bara í höfðunum sjálfur bara fyrir beinu sko. En og hefur kannski, og það var ekki orðið kannski mjög mikla kvartanir út af mengun allavega þar. Ég veit þá ekki hvort að bara vindáttin sé þannig að það geti valdið því sko. Já, steypustöðvar eru mengandi starfsemi, það er bara alveg klárt. En það verður gott Pavel, þú kannski sendur okkur kannski að ítir við þeim fyrir mig og sendur að þeir hafi samband við okkur. Ég skal endilega bara fylgja eftir að sjá með hvað Veitur hafa séð fyrir sér varðandi tímalínu í þessum efnum. Takk fyrir kærlega, það fleira verða ekki. Já, takk fyrir þetta Otto. Eru þið eitthvað fleiri sem vilja spyrja? Já, ég held að ég ætti ekki að setja upp hendi, ég sé það ekki alveg hérna. Reynir heiti ég öllum. Gjör svo vel, Reynir. Sælir, takk Pavel fyrir kynninguna. Þú notaðir nákvæmlega sömu orð og fyrir ári síðan þá var einhver annar þarna sem að sagði nákvæmlega sama og þú að hverfisskipulagið myndi byrja í haust. Það er ár síðan og þá var verið áramótin var verið að tala ráðningu á verktökum til þess að annast hverfisskipulagið. En það var greinilega tekið langan tíma. Annað sem að við höfum lagt áherslu á að þegar að verður farið að vinna hverfisskipulagið að þá taki menn allt Kjalarnesið og ég veit ekki hversu staðkunnugur þú ert en Kjalarnesið nær frá já nú eru Guðinn að hjálpa mér, hvað heitir áin þarna inn frá hjá þér? Kiðafellsá. Kiðafellsá og austur fyrir Skálafell að Bugðu. Það þarf að taka þetta svæði allt, það hefur aldrei verið tekið, þetta er svona óskilgreint landbúnaðarsvæði
Þannig að ég ætla að vona að það verði þá þetta haust en ekki eitt haust í viðbót sem að menn fara á stað með hverfisskipulag fyrir Kjalarnes og taki þá Kjalarnes í heild sinni. Annað sem að Björn Ingi var að kynna eru allar þessar breytingar og skipulagi. Það er ekki þannig að maður sé endalaust að skoða tilkynningar frá skipulagi borgarinnar og væri nú ekki hægt að fá þessar kynningar eða ábendingar auglýsingar og svo framvegis í gegnum íbúaráðið. Þannig að íbúaráðið láta okkur vita þegar að búið að slá upp einhverjum auglýsingum á breytingum, það á þá bara við Kjalarnesi alltaf sjálfsögðu og ekki síður heldur en Esjumellina. Það reynir, svo afsakið grípið fram í, en það er alltaf þannig að allar auglýsta tillögur fara til hverfisráða, íbúðaráða. Það ætti að hafa borist íbúðaráði Kjalarnesi eins og í öðrum hverfum. Það er þá ekkert farið lengra. Þá bið ég bara íbúðaráðið að senda það út til íbúana. Það myndi hjálpa líka. En Björn Ingi, þú minntist á snyrtileika og ég það nú að segja að þetta slær nú eiginlega öll með þetta iðnaðarsvæði á Esjumellum og hlýtur að vera erfitt að draga inn almennileg fyrirtæki. Þegar maður horfir á Esjumellana við hlíðina á Leirvogstungumellum þar sem að rísa flottur iðnaður og gott utanumhald utanum umgengnina, þá eru Esjumellar ekki. Þeir eru með svona einhvern 3 á móti 10 hjá hinum. Þannig að þið þurfum nú með einhverjum hætti að taka eitthvað verulega á ef þetta á að vera svona eins og hjá fólki. Síðan svona í lokin, þá nú þegar að verða komnar 2 malbyggunarstofar þarna á hornið, mun þá ekki verða lagt malbygg á Esjumella. Þeir geta tekið þetta í áföngum með afganga, svona við erum alveg sátt við það, en Esjumellarnir eru mjög leiðilegir svona til yfirferðar og þið megið þá bara halda áfram og uppbyttu til okkar svona með afganga. En endilega draga nú eitthvað þarna yfir og ef þið hafi nú komið þarna og séð hvernig menn lögðu nýja veginn og þá af einhverjum sérstökum ástæðum þá tengdu menn að sjálfsögðu malbyggið ekki saman. Heldur skildu eftir þarna eitthvað malar millilag sem nú eiginlega aldrei til friðs. Ekki meira frá mér í bili. Takk fyrir þetta. Viljið eitthvað bregðast við? Já, bara kannski takk fyrir spurningarnar Reynir og ábendingarnar. Ég get það ágætis og fínn skot að menn hafi loðað þessu áður. Þetta bara tímalína sem ég hef heyrt núna og ég ætla bara að reyna að halda henni streitu, ég fæ það bara bátt fyrir að það mistekst, en ég tel að það sé fullkomlega raunhæft að setja í gang skipulagslýsingu og hverfisskipulag í haust eftir því sem ég hef heyrt og ég bara vona innilega að það haldi. Varðandi einmitt skipulag í heild sinni, þá er þetta eitthvað sem ég þarf bara að spyrjast fyrir hvað menn hafa hugsað fyrir í þessu. Það er auðvitað annars vegar þessu umræða vaxtamörk og skipulag og ég veit að það hefur verið svona heldur stefna að reyna að kannski þétta grundarhverfið til að gera það sjálfbara heldur en að horfa á uppbyggingu einhvern veginn út allt, en það er hægt að skoða þau mál. Ég þarf bara áður en ég segi og svara, þá þarf bara kannski að vita nákvæmlega hver vangaveltan er varðandi hverfisskipulagið og hvað það á að ná nákvæmlega yfir. En jú, það er rétt, ég er náttúrulega ekki þykist ekki vera mjög kunnugur staðþáttur en ég hef komið nokkuð sinnum og séð þetta svæðið er mjög fjölbreytt og það eru margir minni byggðakjarnar sem við getum sagt á svæðinu. Varðandi iðnaðinn, það kannski ég veit ekki hvort þessi spurningum smekk eða ekki, ég held nú að Leirvogstungur við hliðina á sé náttúrulega Tungumellarnir, það er náttúrulega væntanlega athafnasvæði strangt til tekið. Þó svo að það sé stærð sem eins og Ístak sem þetta er svona pingu iðnaðarleg í eðli sínu, en það má alveg eflaust gera betur í frágangi hjá okkur á Esjumellunum. Ég það sem látur réttan hlut halda máli þegar ég kerði þetta gegn þá
ég meina, sko, malbikunarstöðvar verða kannski aldrei, sko, frelsisstyttur hvað varðar fegurð. Það bara svona þannig mannvirki, þau ná hátt upp og þurfa að fara með grjót hátt upp og láta það renna niður. En svona, mér finnst nú Lóðarhafið hafa reist þarna náttúrulega vegg nokkuð stóran til þess að hindra þá fok og að einhver leyti milda ásýnd af svæðinu, þannig að það er alveg sko ýmislegt sem hægt að gera. En já, ég svona finnst mjög líklegt að þegar við fáum 2 malbikunarstöðvar á svæði þá verði malbiksframkvæmdum á svæðinu öllu hún verði með öðrum fasa. Auðvitað þá það þannig eins og þið vitið að í tengslum við þessa tvöföldun á breikkun á Vesturlandsvegi í rauninni þá gert ráð fyrir malbikun á mörgum eins og hlíðarvegum eins og Ysjuveginum og öllum þeim vegum líka. Þannig að enda keyrði hérna í gær og það alveg rétt að hér mætti svo sannarlega gera bragarbót á. Svona í fljótu bragði það sem ég gat fundið til að bregðast við. Ég get aðeins bætt við, Páll, viltu varðandi hverfisskipulagið? Þú manst Reynir að íbúðarráð var í samskipti við Ævar og skipulagsfulltrúa fyrir nokkrum mánuðum og fekk sent bréf frá verkefnisstjóranum þar. Það sem var svona tilgreint áætlun fyrir hverfisskipulag Kjalarness. Það stenst svo sem enn. Tímalínan hefur náttúrulega því miður dregist eitthvað. Það bara að skrifast á einhverjar annir í hverfisskipulagi fyrir Breiðholts og Klára og önnur hverfi sem hafa verið tímafrekar en búast mátti við. En held í lögunum varðandi hverfisskipulag þá sé eingöngu gróin byggð tekin sem lögformlegt skipulagsáætlun, en það stendur til að skoða Kjalarnesi í heild í samráðsvinninni og þeim pælingum sem þar eru. En sem lögformleg skipulagsáætlun þá mun held ég alveg örugglega þéttbýlissvæði við Grundarhverfi vera undir með skilmálum og ítarlegri leiðbeiningavinnu þar, en Kjalarnessvæði verið skoðað allt í heild. Já, vegna þess að hverfisskipulag alltaf í eðli sínu deiliskipulag, það ekki rétt, Björn Ingi? Þannig að ef við ætlum að svo sannarlega, að þetta bara lagalegt atriði, sko, ef við ætlum svo sannarlega sko allt Kjalarnesi sem hverfisskipulag þá var ígilt þess að deiliskipulag ekki allt. Já, það ekki hægt að deiliskipulag allt Kjalarnesið. En það verður skoðað í heild og þá leiðbeinandi inn í mögulegar aðalskipulagsbreytingar eða annað sem að vinnan í samráðinu leiðir í ljós. Það nóg að taka. Takk fyrir þetta. Einhverjir fleiri með spurningar? Sigríður, gjörðu svo vel. Heyrist ekkert í því, Sigríður? Þú talar og enginn heyrir í þér. Einhver annar með fyrirspurn meðan að Sigríður að finna út úr hljóðinu? Já, ég var enda búin að rétta upp hönd, ég ætti kannski að skjótast inn í bara meðan af því þið voru að tala þetta. Björn Ingi, þú nefndir að nýjar lóðir, það alls konar skilmálar og sérákvæði að fylgja þessum sem eigendur nýrra lóða fá í hendurnar. Ásýnd og umgangurinn hefur náttúrulega verið mikið vandamál og ESA-miðlun til margra ára. Þess vegna langar mig að spyrja hvort þið hafið einhverjar fréttir af því hvernig hefur gengið að láta eigendur eldri lóða snyrta til hjá sér og ganga betur og reynsa til. Þetta verður ekki verið gott í gegnum árin og vonandi standa mjög góð spurning. Já, mjög góð spurning og þetta náttúrulega verksvið annarra deilda innan borgarinnar því miður, en ég held að sé hjá heilbrigðiseftirlitinu fyrirgeðu og þeir sem eru með borgarlandið að reka eftir því og ég hef svo sem ekki neinar upplýsingar það, hvernig það hefur gengið, en ég vona að sé bara í ákveðnu ferli að fegra svæðið. Það náttúrulega eitt af markmiðum skipulagsins í endurskoðunni að bæta ásýnd hverfisins í heild, gróðursetja kring og milda ásýndina gagnvart nærliggjandi umhverfi. Og það mun eflaust taka langa tíma. Svæði A sem eldra svæði náttúrulega ekki almennt beint til fyrirmyndar, þó séu náttúrulega góða lóðir inn á milli. En það verður mjög hart tekið á þessum ásýndamálum í nýju lóðunum og þeim starfsleyfisskilyrðum og skilyrðum sem eru í skipulaginu þar.
Þannig að því verður fylgt eftir í þaula og vonandi hægt að taka líka á eldra svæðinu betur en hingað til hefur verið gert. Takk fyrir það. Það væri óskandi, það náttúrulega það sem að blasi við þegar maður keyrir Vesturlandsveginn, það eru gömlu lóðirnar. Ég bara játa, ég þarf bara að hugsa, ég átti mikið alveg á hvert ferli í því á að vera, sko. Ég bara, því að það er náttúrulega ekki skipulagsmál, það er bara eitthvað svona varðar umhirðu, hvort það sé heilbrigðiseftirlit eða hver það er sem ætti að vera rauninni Byggingafulltrúi líka. Byggingafulltrúi sem ætti að taka við slíkum umkvörtunum, sko. Já, í samræði við heilbrigðiseftirlit eða það er mengunarmál. Já. Heyrstu Svo heyrum ég Sigríður, hef ég. Ok, heyrðu í mér. Já, Frábært. gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel, Sigríður. Sælverði, gott að sjá. Það er eitthvað bergmál í þið, Sigríður. Hvernig hvort slökkur á myndavélinni, Sigríður? Sigríður, það er stundum gott. Þetta er ekkert að skila sér. Það heyrist bara svona annað fjórða hvert orð sem þú segir. Það er kannski sniðugt að slökka. Slökkur á myndavélinni, það kannski getur aukið gæðin í sambandinu hjá þér með þú talar. Halló, er ég komin inn aftur? Halló. Já, það heyrist eitthvað, já, það heyrist í þér núna. Hann Heimir, ég var búin að senda honum Heimir glærur sem ég ætlaði að biðja hann um að sýna. Já. Og ég ég ætlaði nú eiginlega að tala bara ofan í glærurnar. Heyrið ekki í mér? Jú, glærurnar komur upp. Ok. Ég ætlaði að segja frá, sko, Björn Ingi er náttúrulega búinn að vera að fara yfir þetta sem ég ætlaði að tala um. Það er þetta deiliskipulag sem er gert á tíma. Þá er ekki kynning fyrir íbúa og íbúar teljast hagsmunaaðilar. En Björn Ingi talaði hins vegar um að það hefði verið það hefði verið fundur í Borgartúni og við sem að búum að þessu svæði, við höfum ekki haft hugmynd um þennan fund. Hins vegar fjölmenntum við á fund í Klébergsskóla á sínum tíma og mér finnst þetta mjög sérkennilegt að vera með fyrir íbúa og hagsmunaaðila á svæðinu, vera með það niður í Borgartúni og ég efast um að það hafi nokkur íbúa á þessu svæði mætt á þennan fund. Hvað þá hafa gert þá möguleika á að gera athugasemdir eða vita um kæruferli þessara tillögu. Þetta er mjög stórt mál. Það er verið að breyta athafnasvæði að hluta í mengandi iðnaðarsvæði. Og mér til efins að fólk sem hefur keypt þarna húsnæði á sínum tíma undir þrifalega starfsemi að það sé eitthvað voðalega ánægt með að vera að fá núna sko Malbyggingarstöðina Höfða og Gámafélagið þarna í hliðina með allri þeirri umferð sem hlýst af þeirri starfsemi. Sigríður, Heimir hérna, ég er með glærurnar uppi, sérðu þú það? Þú er að stjórna mér eða þú vilt að ég fletti eitthvað? Nú vil ég að þú flettir. Og þarna sjáum við að eftir breytinguna þá er talað mjög skýra skilmála. Það er til dæmis fráganga ásýnd lóðar og það hafi óveruleg áhrif á verndarsvæði, útivistarsvæði og íbúðabyggð í nágrenni svæðisins. Við erum náttúrulega í íbúðabyggð og við erum með
mjög stórt útivistarsvæði hérna bara rétt við hliðina. Næstu Glæruheimir. Og þarna náttúrulega Björn Ingi og Pavel og fleiri þekkja náttúrulega að það miðað við hérna aðra málsgrein í 30. grein aðalskipulagsins. Og þar stendur sko kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Þetta mjög miður og það búið að breyta skipulaginu, aftur og aftur breytingar á deiliskipulagi. Það ekki haft svo lítið að senda e-mail eða það ekkert. Við vitum ekkert íbúarnir hérna fyrir en þetta bara allt í einu komnar einhverjar stórar stöðvar. Og ef við ætlum að gera einhverjar athugasemdir þá getum við hugsanlega gert athugasemd við starfsleyfið hjá heilbrigðiseftirlitinu. En heilbrigðiseftirlitið sendir ekkert þótt svo að segja hér í næsta húsi, það sem á að gera, það sem á að framkvæma. Næstu Glæru, takk Heimir. Og þá tekið þetta hérna, þetta tekið á já.is og þarna setji ég heimilisfangið mitt sem Arnarhóll 1 og tengi hérna upp í hérna Kóparsléttu þar sem að Íslenska gámafélagið Og ég hef trú á því að þessi styttra frá mér upp í gámafélagið heldur en hérna frá Höfða og heim til Pavels. Það ekki nema 770 metrar hérna í loftlínu. Og þegar við erum komin út í göngustíginn á Esjunni, þá erum við kannski komin upp í 1500 metra. Ég skil ekki alveg hvað verið að gera. En næstu hérna Heimir. Þetta markmiðið sem var sett á íbúafundinum 2016 og sennilega saknaði ég svo mikið þessara funda vegna þess að þessi fundur 2016, hann var afburða góður. Það var góður andi, það var góð mæting og það voru fín skoðanaskipti. Og þar kemur fram að svæði falli vel inn í umhverfið með gróðubeltum og milda þannig ásýnd svæðisins. En við skulum sjá þá bara næsta Heimir. Svona var kynningin 2016 og íbúar bara nokkuð sáttir og það yrði bara fínt þarna á Esjumöllum. Næsta. Og þetta var aðalgatan og svo komu skýringar hvernig þetta ætti allt að vera. Og svo kemur næsta Heimir. Svona lítur þetta út í dag. Ég stend hérna sem sagt sunnan við svæðið og þarna kemur reykurinn upp á Malbiksstöðinni og þarna sést ofan í iðnaðarhverfið og þetta sem sagt bæjarmynd Reykjavíkur Esjan, stoltið okkar, sem þarna í bakgrunni. Þetta það sem við viljum. Næsta Heimir. Nú ég fór þarna áðan og þetta sömu göturnar og voru teknar myndir af þarna fyrir 5 árum. Og ég tek undir það sem var sagt hérna áðan þegar talaði hérna tungumelana hjá Mosfellsbæ. Ég var áður lóðarhafinn annars staðar niðri í Mosfellsbæ og þar var stórt iðnaðarsvæði bakvið sem var svona ruslahaugur eins og Esjumelarnir eru núna. Það var tekið til hendinni. Það var fylgt eftir þeim skilmálum sem voru í lóðarúthlutuninni frágang á lóðamörkum. Og það var gengið í það og því var fylgt eftir af heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis. Þetta búið að vera, það eru 5 ár síðan þessi fundur var og hinar myndirnar voru teknar. Þetta bara safnast ofan í ruslahauginn og næsta Heimir. Þannig ekkert á lóðamörkunum, það ekkert til að milda ásýnd hverfisins eins og talað Jú, það búið að setja niður þarna 2 tré, en þau milda nú ekki nóg, greinilega. Næsta Heimir. Og svona þetta. Og þetta ekki á Vesturstöðunum sem ég var að taka myndir, þetta bara sem ég stoppaði og sneri mér eiginlega í hring.
og næsta Heimir. Og þarna sést kannski frekar illa en þarna sko vinstra megin á myndinni, þetta ekki nein lóð, þetta bara víðátta og það bara fullt af rusli út allt þarna. Þetta búið að vera langan tíma. Gámafélagið að koma upp yfir með, hvað það, 5.000 tonn af hjólbörðum sem að þeir geta verið með á sínu athafnasvæði. Ég held í rauninni að þetta sé orðið svolítið hættulegt það sem við erum að gera þarna. Fyrir utan sko alla mengunina, sjónmengunina, lyktarmengunina, hávaðamengunina, jarðvegsmengunina, ofan vatnið, Kollafjörðinn. Hvað erum við að gera? Ég held að ég sé bara búin bil, en ég hefði mjög gjarnan vilja fá svar hjá honum Byrninga kynningamálin bæði á aðalskipulaginu sem var þannig 2019 og öllum þeim deiliskipulagsbreytingum sem eru, og ef það sent íbúaráðinu eða hverfisráðinu og það ekki að ganga og það kom ekki viðbrögð, íbúar verða að hafa og eiga skýlausan rétt á því að koma að málum. Ég mjög flink að búið til að skrifa athugasemdir til dæmis, en ég þakka fyrir. Takk fyrir þetta, Sigríður. Ég vil koma einu hérna á framfæri því að sem Björn Ingi sagði áðan að allt þetta hefur verið sent til íbúðaráða og hverfaráða. Þessi breyting á aðalskipulagi 2019 væntanlega gerð á milli starfstíma hverfisráðs og íbúðaráðs, þar sem engin hverfisstarfsemi var og dettur í rauninni hérna bara á milli skips og bryggju. En Björn Ingi, viltu bregðast við? Já, það náttúrulega miður ef slíkt hefur átt sér stað á þessu tímabili. Náttúrulega við erum með deildarstjóra aðalskipulags sem sér þennan feril, en ég get ekki svara nákvæmlega fyrir það. En það var vissulega haldinn stór íbúafundur í Borgartúni á sínum tíma sem var auglýstur opinberlega og hefði örugglega átt skilið meiri kynningu til íbúa og hagsmunaaðila, en þetta snerist náttúrulega líka heildina. Þetta var ekki bara tengt Kjalarnesinu, þetta var líka Hólmsheiðin og önnur athafnasvæði undir, þannig að þetta var svona meiri ástæða til að halda hann í Borgartúninu, en það var greinilega þörf á að kynna hann betur fyrir þeim íbúum sem búa í nágrennis svæði. Þetta náttúrulega alltaf vandmeðferð farið hjá skipulagi, hverjum á að kynna og hvernig, og við reynum að grenndarkynna náttúrulega fyrir það sem mikil grennd, og það náttúrulega alltaf spurning hvað grennd, hvað það margir metrar eða hvað breytingar verið að ræða og slíkt. Þannig að en miður ef þetta hefur ekki farið til íbúðaráðsins eða hverfisráðsins sem var á sínu tíma með stóru aðalskipulagsbreytinguna. Og varðandi frágang og svona, þá náttúrulega sjáum við á þessum myndum sem að Sigríður sýndi að það mikið ábótavant þarna í A-hlutasvæðisins, gamla svæðinu, og það náttúrulega ákveðin fortíðarvandi sem að virðist vera erfitt að eiga við. En ég efast ekki að við munum reyna að koma þessum ábendingum enn frekar á framfæri til þeirra aðila sem að höndla með þessi mál hjá Reykjavíkurborg. Má ég spyrja þig einu, Björn Ingi, þú talar fortíðarvanda, í hverju felst hann? Já, bara hvernig svæðið greinilega þróaðist frá upphafi. Það var kannski ekki verið nógu sterk skilyrði þarna Já, það var betri skilmála í lóðasamningana. Ég myndi halda það frá upphafi. Þetta náttúrulega hefur spurning hvenær fyrsta lóðin kom hann inn. Þessi uppdráttur frá 89, en það má gera ráð fyrir að mögulega hafi uppbygging hafist þarna eitthvað aðeins fyrr fyrir atvinnufyrirtæki eða iðnaðarfyrirtæki eða hvernig fyrirtæki sem voru þannig fyrst inn. Þannig að það hefur kannski ekki verið mjög skýrt afmarkað hvað mátti og hvað mátti ekki þannig upphafi. Já, einmitt. En að bara takk sér fyrir bara mjög áhuga kynningu og ég skil auðvitað þín sjónarmið. Ég fór í gær og það sumt af þessu sem sýnt á sér sannarlega svona stað, en ég keyrði líka Tungumela og það, nú kannski ég ekki tilbúin með þetta alveg, það alveg hægt að finna kannski einhver dæmi þar líka bara bílar sem standa til hliðar og ekkert með mesta prýði, og mér finnst kannski af þeim svona aðrir sem hafa komin á nýja svæðið, ég veit ekki, mér fannst, eins og ég nefndi, mér finnst Malbiksstöðin sem reisti nokkuð háan reisulan vegg umhverfis sínar byggingar
og til þess að forða sandfoki ágætis frágangur, svona bara sem segi það sko, kannski eru skoðanir á því skiptar og svona það flestir kringum gámafélagið finnst mér bara raunin ágætt líka, en svo þetta bara, ég meina, við getum þetta alveg, sko fagfræðilega þá þetta stundum þannig, ég meina þetta eru stundum hlutir sem kannski fólk setur ekki endilega á póstkort og plakkut, sko ég ekki bara átta mig á því, en það klárlega sannlega mögulegt að gera betur, en ég svona allavega held að séu sko alveg hægt að finna dæmi þess að það við ágætlega tekist til á hinum nýju svæðum og við vonum allavega við fylgjum því svo sannarlega eftir. Svo hef ég þetta bara fulla skilning á þau sjónarmiðum að fólk sko að starfsemi eins og malbikunarstöð, eins og steypustöð, eins og starfsemi sem meðhöldrar úrgang verður hætti að það ekkert mjög auðfundið að finna henni stað. Ég segi það bara alveg hreint út og það þá bara eitthvað sem það þarf stundum að taka eins á kassan. Við höfum ekki mörg dæmi um staðsetningar á höfuðborgarsvæðinu þar sem þannig starfsemi einhvern veginn alveg glöppuð upp, en hún náttúrulega mikilvæg bæði þetta fyrir, hvað skal segja, bara atvinnu og tekjur í borginni og síðan líka það sem ég nefndi að það yrði sko vissulega þannig við gætum haft malbikunarstöðvar og steypustöðvar ennþá fjær þungamiðju höfuðborgarsvæðisins, til dæmis á Grundartanga eða lengra, og þar mjög lítið mótlæti við slíkt, þá náttúrulega búið til mjög mikinn aksturskostnað fyrir þessa starfsemi sem eðli máls samkvæmt þarf að þjóna borgarsvæðum. Og ég veit að það verður ekki sko sungin ljóð og sönglög um það einhvern sem heldur þessu fram, en þetta enga síður svona ákveðin staðreynd og veruleiki sem við sem þurfum að fást í skipulag stöndum frammi fyrir. Já, Pavel, ég vil nú benda þér á eitt sko varðandi steypustöðvarnar. Megnað efninu sótt í nágrenni í Grundartanga, þannig að það skiptir nú ekki máli hvort það fullhrært eða óhrært þegar það. Já, það rétt. Grundartangi sko, svo það sé líka sagt, Grundartangi ein af ástæðum fyrir því að þetta svæði heppilegt sem athafnasvæði meðal annars, af því að það góð höfn og það hægt að, og það kostur fyrir það kostur umfram til dæmis nokkrar aðrar staðsetningar eins og Hólmsheiði sem þó vegur eitthvað annað upp á móti, en ég get líka sagt að ég þekkja til að varðandi þessa hluti eins og steypu eða malbik, þá hráefni sem notað í þetta oft það ódýrt að aksturskostnaðurinn mjög stór partur af heildarverðmiðanum. Þannig að sko, efni sem Björgur sækir úr hafsbotni þess eðlis að ef að það yrði sótt sko, segjum úr Hvalfirði og keyrt með það, þá myndi það breyta verulega verðmiðanum á steypu og malbiki í Reykjavík. Eru fleiri sem vilja koma með spurningar? Sigríður með eina í viðbót. Já, Pavel, þakka þér fyrir þetta svar sem þú gafst hérna. Auðvitað höfum við fullan skilning á því og það var þess vegna sem að mér og fleiri en þótti fundurinn á sínum tíma sem verið að vitna í 2016. Okkur fannst hann mjög góður vegna þess að það var samtal. Það urðu skoðanaskipti. Fólk hafði skilning að það að vera iðnaður og þrífalegur iðnaður hingað og þangað. Og það sem að við höfum ekki skilning á í dag, það allar þessar breytingar fara fram án þess að það eigi sér samtal. Og samtalið og ég held að þú vitir það nú einna manna best, Pavel, að samtalið svo mikilvægt. Samtalið verður að eiga sér stað til þess að íbúarnir og þeir sem eru með atvinnustarfsemina, þannig að þeir séu í sátt, að það sé ekki verið að etja fólki saman. Og þegar ég að tala um Mosfellsbæinn, þá ég að tala um svæðið við Skarhólabrautina. Það var alveg hryllingur fyrir svona 15 árum.
þar var bara virkilega tekið, það var gengið hús úr húsi og gengið á hérna staðina sem að þurfti. En ég ætla allavega að ítreka það sem ég er búin að vera að segja hérna mikilvægi samtalsins, mikilvægi þess að við erum öll borgarar, okkur þykir öllum vænt borgina, okkur þykir öllum vænt Esjuna, við viljum hafa þetta í góðu lagi og við viljum að það blómstri atvinnustarfsemi, við erum ekki á móti hvor öðrum. Ok, og ég þakka fyrir og hlakka til næsta samtals. Takk fyrir bara aðeins fyrir að Sigríður, bara takk fyrir þetta. Ég vonaði það að fólk eigi það við mig að ég lagði mig fram við að reyna að halda hana fund bara leið og rauninni ég fekk af því, þetta er fyrsti fundur sem ég held næst í hlutverki mínu sem formanns ráðsins, þannig að ég hef allavega lagt mig fram við það, en mér þykir leitt og maður oftast nær þegar fólk ósátt við að hafa ekki haft samráð við það, þá hefur það eitthvað til sín máls, þannig að ég tek það alveg inn, þó svo þetta ekki hægt að gera á þessu stigi fyrirheit að skipulag sem hefur verið breytt að því verði með einhver leyti verið tilbaka, en það er að taka það inn í það deilskipulagsbreytingar sem framundan verði þær einhverjar, af því að svo að ég útskýri það líka, þá er það kannski þess eðlis að þegar við skipuleggjum svæði á þessari stærðargráðu, þá þurfum við síðan stundum að taka aðeins mið af þörfum atvinnulífsins þegar fólk kemur og segir ekki þurfa á lóð af þessari stærð heldur en einhver aðra, og það er alþekkt að við bæði skiptum blóðum og sameinuðum. Ég tek þá út úr mér alla út þessum fundi þessa ábendingu samtalið og ábendingu ásýnd á svæðinu sem ég orðið áskynja sem mjög sterk og mjög endurtekin að þar mætti allavega reyna að gera eitthvað, og síðan þá voru þessar fyrirsætningar hvernig skólpmörum var háttað og ég kem þeim á framfæri til veitna. En ég veit að það eru fleiri spurningar, þannig að hætta það í byrjun. Takk fyrir þetta. Líselott. Heyrist ekkert í þér? Líselott, það heyrist ekkert í þér? Ekki heldur núna? Pavel, þetta náttúrulega bara það að við höfum ekki ljósleiðara hérna í 160 Reykjavík. Það mér að verða Þú verður átt af því og því, þess vegna erum við svona ógulega lengi inn, sko. Það mér að verða mjög lifandi ljóst og við skulum nú kannski líka bara hafa það í huga hvort maður geti ekki einhvern veginn, látið og sjá sig einhver íbúarráðsfundi sem það sem við getum talað saman aukt því sem leið og ástæð til þess eru. Ég er alltaf búinn til þess að koma og ræða við ykkur. Það heyrist ekki til Líselott eða þá? Einhver bilun? Hljóðnema hefur? Er einhver aðrir með spurningu? Líselott, það er eins og þú ert merkt eins og með headset. Ertu með það eitthvað staðar? Við nafnið þetta stendur, eða þú veist, þá er myndbirting af headseti, þannig að tölvan er stillt, þannig væntanlega. Ég veit ekki hvað er að trufla. Ég set á allavega netfangið mitt hér inn ef að fólk brennir með spurningar sem vil, ábendingar sem þetta koma til mín eftir fundinn. Nú veit ég ekki hver lengi við búin að orðin 6, hvort að hver lengi við hugsa að hafa. Já, svona hugmyndin að reyna að hætta 6. Já, heyrðu það. Er ykkur aðrir með fyrirspurnir? Hvað gerist næst, Guðni, í öllu þessu? Kemur Hörður þarna upp yfir með alla sína... Þú er að spyrja borgarfulltrúana því. Já. Já, það er til skipulag og það er til lóðavilyrði, ekki lóðarkaup.
hvað það varðar. Þannig að sko meira ekki hægt að segja, ég meina það ekki, menn fara ekki þann leiðangur bara svona til þess að ef að það engin alvara þar á bak við, sko, en það ekki, en ég hef ekki frekar innsýn inn í það núna á þessum tímapunkti. Ég var tíma þarna inn í því fyrirtæki en ég þar ekki lengur, taldi ekki samræmast í að vera formaður í skipulagi á sama tíma. Herðu, Pavel, til hamingju með nýja starfið. Takk fyrir það. Þú ert orðinn formaður skipulagsráðs, það ekki? Jú, það passar. Það var gangi þér vel. Takk fyrir það, Sigríður. Það er frábært að Kjalarnesi skuli vera efst á blaði hjá þér. Já, það Takk fyrir það. Við erum náttúrulega búin að vera að berjast hérna í mörgum málum, sko, en við ákvaðum að taka bara Esjumilana núna, við erum í hörðum slag út af útvörlunum. Já, það ég held, já, það hefsti bara við hliðina. Já, ég þekki það ýmislegt og það eru ýmis sjónarmið sem tókast á sem formaður í skipulagi þarf í mér að takast á við. En ég bara velti fyrir mig ef það eitthvað spurningar hvort að við það ekki að tenda grillið fyrir krakkana og fylgja sjónvarpinu og fylgjast með Eurovision eða hvort það sé einhverjir eitthvað fleira sem fólk beina til mína bjössinga á þessar stundum. Þetta er lýsilegt sé að reyna mér í sambandi. Ég átta mig ekki alveg á því. Það kemur alltaf svona einhver lítil textabóð hérna á skjerminn. Já, nei, hún segist ekki vera nú snögga að ganga frá þessi textabóksi. Ok. Hvað segirðu? Já, ég heyri þér. Það bergmálar svo svakalega sko, ég gerði þetta síðast. Björn Ingi, ert þú ennþá inn á fundinum? Já. Ég er með eina auka spurningu líka viðbót til þín. Ok. Björn Ingi. Já, ég er hérna. Ok. Ég sá að Skógræktarfélag Reykjavíkur var að fá úthlutað úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða. Fengu það í vor til framkvæmda hérna í Esjuhlíð. Eigum við ekki að vona það að það verði tilbúin framkvæmdaáætlun áður en að vörubílarnir fara að bruna hérna í gegn næsta sumar. Ég ræddi við formann Skógræktarfélagsins ekki fyrir svo löngu og fórum aðeins yfir þessar leyfisveitingar og annað sem þarf að vera á hreinu áður en að framkvæmdir byrja. Þannig að ég vona að það gerist ekki aftur að þeir hefji þarna framkvæmdir sem mögulega eru framkvæmdarleyfisskyldar. En segðu mér þá annað, er eitthvað kynning hjá þeim sko í sambandi við framkvæmdarleyfi? Ekki beint held ég, það er sækjum til borgarinnar. Já, við gefum ekki út framkvæmdarleyfi nema að sé í samræmi við skipulag. Já. Og ég veit ekki hvað nákvæmlega þeir fengu úthlutað úr ferðamannasjóðnum, en það var svolítið. Eða fyrir hverju, en væntanlega stígagerð. Já, það er stígagerð sko. Og þess vegna væri áhugavert að sjá sko eða vita hverju maður ætti von á hérna. Það sendur mig línu, ég skal heyri auði framkvæmdastjóra og við getum þá aðeins tekið þetta saman. Frábært. Takk Björn. Leis. Má ég aðeins hérna, þeir eru komin svona í annað rapp og úthlutanir á fjármunum og öðru slíku. Hvar í kerfinu sko gamla póstleiðin fyrir ofan byggðina meðfram Esjuhlíðum?
Mjög spennandi útivistarstígur en hins vegar þarf að gera honum eitthvert meira heldur en gert hefur verið. Það var tekið hann aðeins til hendinni en þarf að bera ofan í hann og laga hann aðeins til. Þá er þetta frábær útivistarvegur, miklu betri heldur en hjólastígur meðfram Vesturlandsveginum þar sem að verður mikil umferð. Hvar heyrir þetta til? Síðast ég vissi þá átti að vera hluti af reiðleið, að nýta það í tengslu við tvöföldum Vesturlandsvegar og veit að Vegagerðin og samgöngudeildin hjá borginni er í einhverjum pælingum. Ok. Þannig að vonandi gengur það upp. Það er mjög skemmtileg leið til að útfæra. Náttúrulega eru einhverja minjar þarna sem þarf að hafa í huga náttúrulega. En ég held að það sé ekki búið að botna þetta beint, en það stóðu væntingar til að náttúrulega er að þvera þarna einhver einkalönd og girðingar og fleira sem flækir málin. Já, það er búið að leysa það því að stígurinn er kominn sko. Það vantar bara að gera eitthvað, bera ofan í hann og slíkt sko. En það var búið að gera samninga við alla landeigendur til þess að fá að fara í gegn. Og líka hann einu. Jæja, gott fólk, ef við getum bara að fara að slíta þessu. Þetta er svo langt mál hérna í Líselott að hún hefur þurft að geta að tala sjálf. Ég man þetta ekki allt sem hún sagði. Ef við ekki þá bara að slíta þessu. Þökkum bara Pavel og Birni Inga fyrir komuna og fræðsluna. Og Pavel ætlar að bjóða ykkur e-mailið sitt. Ef menn vilja senda honum eitthvað fleiri fyrirspurnir, sagði hann áðan. Eða skammir? Já, skammir, náttúrulega fyrst og fremst skammir. Heyrðu, ég bara þakka öllum fyrir fundarsetuna og segja fundi slítið. Ég ætla að biðja... Takk sömuleiðis. Ég bið bara ráðsmönnum Takk fyrir. Ég sendi ráðsmönnum staðfestingu á fundargerð og bið ykkur að bregðast við. Hún er nú einföld að þessu sinni. Já, ok. Takk fyrir mig. Heimir, þeir eru að senda pakkan minn með, það er allt í lagi, sem fundagagn.